Það svona sem maður leggur hnitakerfi á hnitalausa stéttu, þess að tala það. Hún gæti snáði raða rétthyrningunum upp þannig að þeir skerist, svo þessi hérna tveir, þeir skerast og mynda þannig strikið OA og þannig leggjum við allt mál á efklísku hnitalausu sléttuna. Og svo bara þetta sett upp þannig að við fáum allt orðfæri. Þetta línan í gegnum punktana OA og framvegis. Og 2 punktar hér, þá þetta línan eða hálflínan sem stefnir frá O í gegnum punkt sem köllum norður. Og þetta allt eitthvað sem við höfum að kannast við. Við ætlum að skoða einhvern punkt. Við höfum þá hringfaran til þess að finna lengdina og síðan tökum við ofanvarpin hér á hnitásana. Þannig gefum við punktunum heiti. Ég lesi þetta bara í róliheitunum. Það aðalega ná táknmálinu. Þetta þarf alltaf lengdi svo við maður mæla þær. Ef við mælum til hægri þá erum við með plús. Þetta lýsir færslunni. Við þurfum að færa okkur eftir hnitásanum. Við ætlum að komast inn á punkt O og P. Þá förum við eftir þessum og síðan upp. Við höfum engar aðra liði til þess að ferðast. Eða þá, við getum alltaf farið í þennan punkt hér. Við erum búin að mynda ofarpið og síðan í þennan. Það er þessi hugmynd sem gefur okkur síðan vigrana. Það er búin að skrá þennan punkt. Vigur er síðan stærðfræðilegur hlutur sem eru þessu formi. Hér er þetta almenn framsetning, það er þetta geyma upplýsingar í vigurum. Og hér segir bara það sem fyrir öll K, að telja þá, hvað er margir liðir í vigurunum. Þetta er tala eða breyta á. Með breyta þá við þetta geta verið föll sem skila rauntölu. Og svo er þetta eins og venju vant. Vigur, táknar með lágstaf og ör. Við gefum hann nafn þess að vísa í. Og skrifa dálkvigurinn oft með byltingamerki hér, bara til þess að geta séðan í línu. En það er alltaf undirskilið þetta eru dálkvigurar. Og við höfum bara gett þess að spara pláss. Stundum setjum við byltinguna hérna. Ef við setjum byltinguna hér og byltinguna hér, þá hef ég hérna bilt sem þýðir ég fæ aftur þennan. Ef að þetta er sem sagt vigurinn, þá skrifa ég hann stundum svona. Þess að geta spara pláss í línu eða koma hann fyrir í línu x1, x2 upp í xn. Þetta verður allt jafngilt. Hérna er þá undirstöðuhugtökin sem að stærð vigursins, það er þessi summa ferninga. Ég kalla bara ferningur vigurs. Stærð er ágætt orð. Oft getur maður unnið með stærðina. Stundum hefur bara maður rakað á henni, en vilji maður lengd vigursins, þá dreifum maður rót af þessum ferningasummu. Það er útvíkurregla Pýþagórasar í n-vídd. En við einbeitum okkur hér aðalega að vigurum þar sem við höfum 2 liði, x1, x2. Og sérlega þurfum við ekki að númera, þannig að við skrifum vigurinn okkar jafnvel svona, bara sem x og y. Við byrjum á tvívíddinni og færum okkur yfir í þrívíddina. Hér er það bara dæmi vigur. Þetta er vigurinn vaff. Hann hefur liðina -3 og 4. Og hér er hann 4 sem línuvegur, bara pláss og við setjum þá byltinguna hér á að vera þetta. Stærðans, það er -3 í örveldi, pluss 4 í örveldi og þetta er þá 25. Og lengdans er þá 5. Ekkert annað heldur en 2, 3 mínus og svo 4 upp með þríhyrningur. Og þetta er þá undirstöðuregluna líka, sem bara regla og skilgreining. Ef við höfum 2 vigra, þannig táknum við vigra, þeir eru í vigurrúmi. Við gefum öllum stærðfræðilegum táknum einhvern stað þar sem er svona þeirra heimili, hvað að segja óformlega. Og almennt eru vigrar á þessu formi hér, þeir hafa n-línur og einn tákn. Og þegar við skoðum fylkin betur eða áfram, þá höfum við m sinnum n og svoleiðis. Vigrar hafa þá þetta hérna form og ef við höfum vigra í rn og rm,
þá aðeins hægt að leggja þá saman ef þetta ein og sama víddin. Við getum ekki lagt saman vígra 1, 2 pluss 1, 2, 3. Það ekki hægt. Við verðum að hafa sömu fjöldatölu vígra í vígrúminu. En þá þetta beint á augum, við leggjum til, þetta svona upprunað því sem hefur komið fram áður, við leggjum þá saman vígra í sömu sætum. Og svo getum við skalað til vígur. Ef að t rauntala, þá margföldum við bara t inn í alla liði vígursins og þetta hérna það sama. Þetta reyndar að sjá ef að t tvintala, og snýstan, þá margföldunin snúningur. Við erum ekki með það núna. Við byrjum hér, við fáum úr evklísku hnitalausu rúmfræðinni þetta hérna táknmálið strik. Það hefði alveg verið hægt að kalla þetta áfram stemmt strik, en við fáum þá í hnitarúmfræðinni færslu vígra. Það svo sem ekki annað heldur en stemmt strik og hefði alveg getað verið kallað það. En það að segja, nú höfum við 2 punkta og það þetta mæla staðsetningu þeirra. Þar með getum við mynda stemmt strik. Það ætlum að kalla það færsluvegu framvegis. Þetta eru stærðfræðileg fyrirbæri af þessari gerð hér. Þetta þýðir dálkur með 2 línur. Og hvernig mælum við færsluna frá A til B? Það er alltaf lokastaða mínus uppastaða þegar maður að ferðast. Maður langt frá 2 upp í 3 og segjum við 3 mínus 2, lokastaða mínus uppastaða. Og þetta gerum við í hvorri vídd, þegar það eru bara 2 víddir. Og ef við notum þetta byltingarform hér, þá skrifum við vígurinn eða líðina upp í línu. Við getum náttúrulega bæði farið frá A til B og strengt spotta þar á milli eða strengt spotta frá B til A. Það geta hafa þennan mun á þessum fyrirbærum í huga að A og B eru punktar, eru fastir. Og þetta A og hér B og það að strengja vígur hér á milli eða spotta annað stærðfræðilegt fyrirbæri heldur en punktar. Við getum þetta að fara í báðar leiðir. Og svo verður þetta nú að gilda að ef við förum frá A til B og þaðan tilbaka í A, þá verður þetta að vera núllfærsla, eins og ekki hafi verið farið. Og núllfærsla bara 0 vígur og bara prófum þetta með það sem við höfum. Þá leggjum við saman í sætum. Þetta mismunurinn á færslunni frá A til B og þetta mismunurinn á færslunni frá B til A. Og þetta verður að vera 0. Og við erum bara aðtóa. Þetta komið út allt eins og viljum, þetta passar. Þetta 0 vígur. Hérna þá bara stutt sýnidæmi. Við erum að reikna hérna út. Hérna kemur punktar. Og við erum að reikna út færsluvígrana frá A til B, annars vegar og síðan frá B til A. Og þá notum við bara jöfnunar. Að fara frá A til B, þá skráum við liði vígursins B hér á undan og drögum frá í hvorri vídd punktsins öllu veldur A. Og hér ættum við, ef við rétt reikna, að geta séð út færsluna. Byrjum í A. Þetta þá 1, 2, 3 til vinstri, passar. 1, 2, 3 upp, passar. Og BA, ef við förum hina liðina, við áttum bara að sýna færsluna frá A til B. Þá fáum við 1, 2, 3 til hægri og svo 1, 2, 3, 4 niður 5. Og svo nota maður jöfnum höndum því að réttindu pýþagórsku þríhyrningarnir gefa okkur svo góðar jöfnur og hnitakerfið valið svona. Að hafa það réttins vegna þess að við höfum reglu Pýþagórsar og hún virkar í öllum víddum. Þannig að maður til ekki heilum víddum. Annari vídd, 3 vídd, 4 vídd, 5 vídd og svo framvegis. Við sjáum vígur á þessari gerð hér. Þá þessi mynd alltaf í kollinum líka. Hann þarna, þríhyrningurinn. Svoleiðis að við sjáum þríhyrning og þá skráum alla liðina, þá erum við alltaf með lengdina hérna, sem náttúrulega þessi tala hér sem er reglu Pýþagórasar, að það skiptir okkur ekki máli hvort við skráum liðina svona eða tökum lengdina hérna út fyrir þríhyrning, við erum að margfalda
hverja hlið með R og þannig að þessi hérna tveir eru einsmóta hvor þekur hinn. En þessi hérna, með þessa framsetningu hér, höfum við einmitt vígur af einingalengd 1. Svoleiðis að hvenær sem við sjáum vígur í réttindum hitakerfi þá er þríhyrningurinn alltaf undirskilinn sá sem að baki. Nefnilega þessi. Við vitum af lengdinni. Fínt er. Svo þurfum við að hafa hugtakið stöðuvígur. Það er sérstaklega gerð af vígurum sem er bara þannig að hann hefur alltaf upphafspunkt í O. Það er þægilegt hugtak vegna þess að þegar við sjáum bara punkt almennt framvegis, nefnilega punkturinn sem hefur x-snitt -2 og y-snitt 3, að því að punktar hafa hvorki stærni stefnu, það er að segja þeir eru víddalausar stærðir, en við viljum samt einhvern veginn ánafna þeim stefnu, og þá smíðum við þetta hugtak að þannig sé stöðuvígur. Það er mælingin frá O í punktin. Þess að ef þetta er punktur, þá svara til hans stöðuvígur. Og ef við hefum stöðuvígur, þá svara til hans punktur. Allt í lagi, og hér er eitthvað punktur og hann er í sléttunni og þá verðum við að passa okkur á táknmálinu. Við notum svona gerð af svígum til þess að halda utan að vígra. Ekki þessa. Við erum með svona sviga til dæmis fyrir tvíliðstöðlana. Þetta er misjafnt í bókum. Sumir skrifa vígra svona og nákvæmlega eins og punkta. Matlab eins og við vitum skrifa allt í hotlistarömmum, en við gerum greinarmun. Þetta er það form sem óskað er eftir að verði notað almennt í framtíðinni. Síðan, bæði 2019, 2014 og 2009. Og ekkert mál, þetta þekkjum við. Oft er gott að hafa þessa millreikninga. Stærð vígursins er 13, það er bara líður hans öðruveldi, summa þeirra. Og þá getum við alltaf reiknað lengdina. Það er bara rótin af stærðinni, það er lengd. Og þegar við tölum rót af Q, þá erum við bara að velja í ákveða rótina því það er það sem lengd er. Mínusar og plúsar gefa okkur síðan stefnur. Svo er það þessi hérna. Vírar sem hafa lengdina 1 kallast einingavírar. Það er líka óskað eftir því að hafa þetta svona allstað, það að fara 1 hingað til hægri, að skýra hann alveg frá teknum nefni. Það sé svona í öllum bókum E1. Það er að segja að þetta er stöðuvígurpunktsins A. Og þessi hérna, hann heitir E2. Og það er þá norðurpunktur. Hér hann fær þennan, það er ekki fátt nafn fyrir stöðuvígur, kallast E2. Og það er auðvitað að sjá að þeir eru svona langir, þeir hafa lengdina 1. En þessi hérna vírar að fara frá O til S, hann er þá bara mínus E2. Eftir að búa til nýtt nafn, að fara hingað. Frá O til V er þá bara mínus E1. Svona. Síðan viljum við sjá að ef við tökum einhvern punkt í rúminu, að það getur verið þægilegt að skrifa hann sem línuleg samantekt af þessum tveimur. Þannig að við ætlum að skrá hnýtt þessa punkt sem stöðuvígur, að þá er í hann 2 færslu af E1 og svo 3 sinnum E2. Og þetta er náttúrulega 2, 1, 0 og svo 3 færslur upp. Nú leiknum við skrifum þetta alveg út. Og nú notum við línuleikan. Markundum inn í og fáum 2, 0 pluss 0, 3 og svo sjáum við núna auðvitað það sem við vildum hafa. Og þetta er bara vígurinn 2, 3 og til hans svarar punkturinn 2, 3. Kosturum við þetta er að síðar mig getum við þá haft nýtakerfin jafnvel skekkt ef við viljum, en grunnvígrarnir sem kallaðar eru gefa alltaf hugmyndum það hvernig við ferðumst í þeim. Síðan meir viljum við ekki endilega hafa rétt nýtakerfi, þau hentar kannski verkefninu að hafa þau svolítið skekkt,
En áfram gildir sú regla að við þurfum að ferðast eftir grunnviðurum. Við höfum ekki áhyggjur af þessu strax. Þessi hérna viðrar eru mjög notadrjúgir til þess að snúa öðrum viðurum síðar meir. Við þekkjum þennan hér. Þessi fékkst úr þalegstíkunni okkar. Sem við köllum bara stíkun, ræðstíkun, en við megum alveg láta T vera rauntölu. Ef við köllum þetta ræðastíkun hringsins, þá var aftur að T sé almennt brot eða ræðtala. En það líka þægilega að skrifa þennan með því að taka bara sameiginlega þætti, það er að segja 1 á móti 1 pluss T öðru hérna út fyrir. Og síðar við eftir að sjá að það sem að þetta T hérna, þessi tala sem að við mældum hér upp eða niður eftir íásnum, hún myndar alltaf einhver tangens og þetta kallum við alfa og nákvæmlega þessi hérna stærð. Þetta afleiða tangens, þessi hérna stærð. Það mun hjálpa okkur síðan. Þannig að við veljum svolítið hvort við notum þessa framsetningu og einingavírum eða þessa framsetningu og einingavírum. Og af hverju eru einingavírar þægilegir? Sérstaklega við getum snúið inn. Sjáum náttúrulega ef þið látið þetu hlaupa, segjum frá mínus 180 gráðum upp í 180 gráður. Þá snýst þessi vígur. Og með því að margfaldan með einhverju falli, þá getum við snúið fallinu. Það er sama hér. Þessi hérna vígur getur skilgreint fyrir okkur snúning. Svo skulum við bara prófa þá. Ef við setjum 0 hér inn, þá fáum við aftur E1. Og ef við setjum 1 inn í þessa formúlu, þá fáum við 1. Þessi verður 0 og þessi verður 2. Þá erum við komið með hálfan hér, 2 í nefnara. Og svo margföldum við bara inn í og fáum E2. Þannig að við getum alveg notað þessa í staðinn fyrir þessa sem mæltum hefur segja alltaf skrifaði með þessum rítætti. Eða ef við notum, við erum ekki enn farin að nota rauntölur almennt fyrir horn, aðeins að leyfa okkur að nota með gráðurnar áfram. Ef við höfum 0 gráðu snúning, þá setjum við kosinus af 0 og sinus af 0 og kosinus af 0 er 1, sinus af 0 er 0. Þetta gefur okkur til kynna að við höfum að byrja allt hornamál, allar hornamælingar, við höfum alltaf að byrja að mæla í punktinum 1,0. Þetta er stöðuvígur punktsins 1,0. Og ef við förum þá 90 gráður, þá er alltaf átt við að við förum frá þessum punkti 1,0. Eða ef okkur finnst betra að hugsa þannig frá þessum vígri E1 og svo mælum við jákvætt í þessa staðan og neikvætt niður frá þessum punkti 1,0. Það þarf alltaf að vera þannig. Vígrar hafa stærð og stefnu, eða það er einhvern veginn óskynsamlegt að vinna með punktana þegar við erum að reyna að áætla stærðir og stefnu vegna þess að þeir eru vítalausir. Þess vegna yfirfærum við bara allt yfir á stöðuvígrapunktsins eða stöðuvígurpunktsins. Og lengdin er löngu komin, við vitum hana. Og þetta er auðvitað lengd langhliðarinnar í tilsvarandi þríhyrningi. Í mínum huga ger ég engan greinamun á þessum þríhyrningi og þessum stöðuvígri. Stundum er gott að vinna með þríhyrningana, stundum er gott að vinna bara með stöðuvígrana. Þeir eru einfaldari í framsetning og hér höfum við yfirleitt bara áhuga á því að leggja saman eða margfalda stöðuvígra. Þríhyrningarnir koma undan og minna okkur alltaf á lengdina og svoleiðis að í staðinn fyrir að vinna með punktana beint, hérna tökum við þetta bara fram og höfum við í upphafi hornamáls, þannig alltaf sem uppáhaldspunkt. Þessi jafna, við lesum okkur saman í gegnum þetta. Hér höfum við þríhyrning, við sjáum nákvæmlega hvernig hann á að vera. Þeir búið að skrá öll mál og dettur hann sjálfkrafa hingað niður vegna þess að upplýsingar legu hans horfin úr hlítakerfinu. Við skráum blind. Við getum tekið R út fyrir þríhyrning. Þar með höfum við hér einingaþrend
Og svo getum við valið hvort heldur formið sem að skrifa það sem eftir á þessu formi eða þessu. Hérna höfum við þá einingar vígur, ef við horfum á þannig, sem liggur á þessum þrýningi með geisla R. Og þetta það sama. Svo lesum við úr þessu hér, það sem við kalla skauthnita framsetning vigursins P. Þá höfum við horfa á hana þess annan hátt. Við erum með einingavegur sem er skalaður til, þannig að við fáum x,y. Hvernig ég að hugsa þetta hér? Jú, hér ykkur punktur, hann hefur hnitin -2,3 og svo það bara þessi venja, ef hann heitir stóra p-punkturinn, að skrá stöðu vígur hans annarkort með og p-ör undir, eða bara með litlu p-ör ofan á, því að það er bara einn bókstafur. Þannig að þetta er gott og vel. Við höfum búin að sjá í einu verkefni eða áttum að komast að því að reiknivélatangansinn er svolítið erfið skepna. Það þarf eiginlega að skilgreina hana 5 áföngum og kíkið endilega á sögunum Jón og heimasmíðaða tangansinn á blaðsíðu 91, vegna þess að það er það sem við einhvern veginn fáum. Það er það fyrsta sem við hljótum að gera þegar við erum að reyna að smíða okkur tangans. En ef maður bara slæðir þetta inn í reiknivélar, það gefa bara hornamála þessu bili hér. Þannig að við förum eitthvað út fyrir það, þá þurfum við að átta okkur á því hvað er að gerast. Þetta hér bara kallar útvíkkaður eða sem sagt bara stækkaður arkartangans, þetta er grunnurinn. Þess að ég á að byrja að mæla hér í punktur 1,0 og ég vil fá þennan snúning. Ég slæði þetta inn í MATLAB eða reiknivél, þá gefur hún alltaf -56,31 vegna þess að ef við skoðum bara svona hlutfall. Þetta er 3 - 2, ég skrifa þessa tölu bara hérna, lóðrétt færsla upp á og lárétt færsla undir. Reiknivélin veit ekki hvort að, já, við sjáum það hér, það er færslan til vinstri sem er undir, en reiknivélin sér ekki. Hún geti haldið þetta að vera í þessi hérna tala og lítur svo á. Það er að segja, þetta er allt það sama, bara mínus tala. -3 aðrir. Þannig að hún fer bara hingað. Það er okkar að álykta út frá þessu hérna formi, bara sem manneskja, að þetta sé punktur sem er í öðrum fjórðungi en ekki fjórða. Og þess vegna er arkartangansinn svona. Allt í lagi ef að x-ið er jákvætt, þá getum við bara stungið beint inn, þá erum við í fyrsta eða fjórðungi. Þetta er hornið sem að leita að þeta. En ef x er minni en 0, þá erum við í öðrum og þriðja fjórðungi. Þá þurfum við alltaf að bæta 180 gráðum við. Og við fengum heimaverkefni í MATLAB þar sem að þið áttuð að laga tiltekið forrit að segja að þessi hérna það var bara forlíkja sem fór í gegnum það hvað tilík var að koma á og þessi hérna var bíluð, þið áttuð að finna það. Það er að segja þetta hérna skilyrði var ekki sett inn. Og fínt við þekkjum þá arkartangansinn eins og hann kemur á kúlni einhvern veginn, en við viljum auðvitað eitthvað betra. Hann er skilgreindur í 5 liðum og það er bara einhvern veginn ekki alveg nógu gott. Og þá notum við reglu Þalesar. Nefnilega, við munum kannski eftir þessu, þegar við vorum að sanna reglu Þalesar og síðan þegar við vorum með þetta, en var aðalverkefnið á fyrsta hlutaprófi að kannski bara að risa svona upp mynd. Við höfðum svona, svo settum við á hann hitakerfi. Þá sáum við að hægt að skera hér, bara með beinni mælingu hérna upp. Og það gaf okkur alls konar viðbótar eiginleika. Með því að mæla bara hérna upp eftir íásnum, þá gátum við síðan ályktað þessi hérna punkt. Og ef við viljum að þetta sé leiðandi horn, þetta sé stefnuhorn
þessa vígus hér, nú lítum við á þetta bara sem stöðuvígur einhvers punkts, að við fáum miklu betri formúlu ef að við vinnum allt út frá þessu hérna horni. Arkatangens fallið, eins og það kemur á náttúrunni, það mælir bara héðan og hingað og í 2 áttir það fyrir héðan og hingað og síðan héðan og hingað. Nú þetta hérna fall aftur á móti, setjum bara hringi hingað, það hefur alveg sömu eiginleika. Ef við notum ölfu eða helmingina þetta og færum hana síðan hingað, þá sjáum við að við fáum sjálfkrafa hornamál frá mínus 180 gráðum upp í 180 gráður. Reyndar ekki endapunktana með. Þannig að í staðinn fyrir að mæla y á móti x, þá skulum við byrja að mæla héðan. Þetta geisli einhvers hrings. Nú er þetta bara almennur hringur. Ef við mælum héðan, tökum alltaf geislan, tökum svo x-ið og tökum svo y-ið, þá erum við að mæla halva hornið. Það er bara sperrið þennan hingað upp. Hann kemst upp í 90 gráður. Þarna, og við sperrið, setjið punkt hér sem er eftir hérna. Þá kemst það niður í mínus 90 gráður. En það er bara akkurat það sem við þurfum á að halda. Við tvöföldum plús á mínus 90 gráður, þá fáum við 180 gráður og mínus 180 gráður. Svoleiðis að við tvöföldum bara þá niðurstöðu. Tvöföldum bara þá niðurstöðu og þá getum við reikna hornin beint út. Sjáðu, hér þurfti ég ekki að setja nein skilyrði fyrir nákvæmlega þessu hérna mynd. Ég þurfti ekki að, hérna gerir ég þetta bara beint með reiknivélar tangensum og þetta horfa á myndina eða vita af þessu. En ef við notum bara það lesarstikunina, þá fáum við hérna R. Og R-ið getur aldrei verið minna, það er að segja geislinn, lengd eða fjarlægðin í punktinn, hún getur aldrei verið minni heldur en láréttfærsla í punktinn. Það eina sem við þurfum að gæta okkur með þessa hérna formúlu er þegar við fáum í alvörunni 180 gráðu horn. Það gerist bara þegar y er 0 og x-ið er mínustala. Það er eina sem þurfum að geta okkur á. En annars gefur hún okkur gefur þessi formúla öll stefnuhorn vígra. Stefnuhorn, stöðuvígus. Við köllum það bara fall. Og hornið ákvarðist að náttúrulega eðlilega stafsetningu punktsins, þannig að liðina x og y. Og þessi formúla hér gefur okkur nákvæmlega stefnuhornið. Í tilvíkinu þegar x er mínustala og y er 0, þá höfum við tölugildið af x, rótin af x í öðru er tölugildið af x, þannig hér erum við með x og hér erum við með einhverju mínustölu. Þannig að hún gengur ekki upp akkurat hér í þessu punkti á hring. Það er þá sett upp sem skilyrði þegar maður forrita fallið. Nú, það sé ekki bara gott að æfa sig aðeins og að nota þessa. Hún er býsna góð og maður getur þá tiltölulega reiknað blind. Og síðan skulum við bara sækja okkur þetta orðfæri. Stundum vinnum maður eingöngu í skautnytum, þá hefur maður annað hnitakerfi undirliggjandi, það er svona eins og bylgjur. Þá er þetta, þá er hnitakerfi svona. Setur stein hér á stað og skráir staðsetningu hans, endur honum kannski í stöðuvatn. Svona bárur. Og þá höfum við bara áhuga á geislanum og kannski horninu. Færist að mælum þá bara hornið alltaf. En þessar upplýsingar eru jafngildar. Allar upplýsingar sem eru punkt, geymum mann sem stöðuvígur eru hér.
Út frá því getum við fundið R-ið og stefnuhornið, en líka ef við höfum fjarlægðina í hann og stefnuhornið þá getum við aftur endurheimt staðsetninguna í réttindunýtakerfi. Þetta hér er sem sagt fyrir skautnýtakerfi, þetta hér er fyrir réttindunýtakerfi. Við erum að sjá, þetta er alveg jafngilt punkturinn sem að stöðuvígur -2 og 3. Hérna bilt í honum, við getum skrifað þetta sem línuvegur og við getum reiknað út fjarlægðina frá 0,0 og við getum reiknað út stefnuhornið hérna. Að þetta hér er þá staðsetningin. En við athugum það að þegar við förum með bara heilar tölur yfir í skautnýtaform, þá getum við tapað upplýsingum bara vegna reikningsgekkjum. Þetta er kósínusar og sínusar gefa yfirleitt bara nálgunargildi. Þess vegna, ef maður þarf þess ekki, þá er maður ekkert að því. Vinnum með allt helst sem almenn brot ef hægt er. Eða maður lítur á stærðir eins og rótin á 3 sem geymslu stað fyrir óræðar tölur og vinnur með almennu hlutina. Þá ætlið þið að kíkja aðeins á þennan fyrirlestur hér heima. Ég á eftir að skrifa það sem stendur hérna í þessum fyrirlestri. Það er hérna hlekkur í hann, jafna línu fyrirlestur í viku 3 F2. Það er ágætt að rifja bara upp sambandum milli Fahrenheit-kvarða og Celsius-kvarða, hitakvarðana. Ég vil að biðja ykkur að gera þessar æfingar. Þetta er ekki æfingar sem það svör við. Þetta er hreinlega að læra á smíðatól. Hérna ætlaði æfingur í GeoGebru. Fylgja þessum fyrirmælum. Að prófa að setja inn punkta, mynda, vigra í GeoGebru, sýnt hvernig á að gera þetta og prófa ykkur áfram, fá góða tilfinningu fyrir þessu því að GeoGebra er gott tól í netárafræði, líka þrívídd. Og síðan tók ég bara hér saman svolítið þáttun annars stigs marglíðu. Það eru engin dæmi, þetta eru bara sýnidæmi, en rennið yfir þessi 4-5 atriði sem eru talin hér upp. Ég sýni ykkur, kannski jafnvel meira til gamans vegna þess að ég held að fæstir notum þessa aðferð, nema kannski ég finnst hún betri, til þess að þátt annars stigs marglíðu. Það byggir alltaf á því að skoða max og mín. En þetta kemur í annari og útvíkkari mynd síðar, þannig að það er gott að reyna að átta sig á því hvað er verið að tala um þarna. Ég ætla nefnilega aðeins að tala um arkartangasverkefni áður höldum áfram, þess að skauta hratt yfir. Vinsalegast lesið þetta, við þurfum að geta þáttuð annars stigs margliður. Hér setti ég með hringinn sem svarar til margliðunar og sýnidæmi hvernig maður finnur þessa hérna punkta, það sem þið skerast. Og fáið svo sem það verkefni aftur síðar. Hér þá ætlum við að búið að sýna hvernig hægt er að gera þetta. Annars stigs margliða er einhver stæð á þessu hérna formi. Við viljum finna ræturnar eða núllstöða margliðunar. Þannig að það sem ég var búin að gera fyrir ofan var að skoða þetta hér. Og með því að bera saman ræturnar á gamla forminu, einhvern veginn í raun og veru þetta hér er fjarlægð deltán í ákvæð frá miðjunni út í rót. Og við set hringinn hér á milli, svona, ef við bregðum þessum hér utanum líka, að við höfum í raun og veru allar upplýsingar ræturnar núna, því að við höfum að í öðru er delta í öðru og svo pluss gamma í öðru. Gamma í öðru er alltaf þessi tala hér og -6 er tvisvarsinnum meðaltalið. Þannig við getum alltaf fundið fjarlægðina hingað út. Það að segja delta í öðru er ekkert annað heldur en þetta er gamma í öðru, samhverfu ásinn í öðru, mínus gamma í öðru. Og samhverfu ásinn er 1,5. Þannig að 1,5 sem 1,5 er 2,25 eða segjum bara 3 aðrir 9/4 mínus 4. Og þá skoðum við hérna að ef við vitum eða notum þessa hérna jöfnu að við getum alveg fengið þessa hefðbundnu. Delta er þá alltaf þessi hérna hluti og það bara raun og veru
gaman að þekkja þetta samband. Þannig að annarkvort reiknar maður rætur með þessar aðferð, fer í miðjuna og dregur svo spotnan til hægri og vinstri. Það alveg það sama alltaf verið að gera. Allt í fína. Þannig að hér þáttun annars stigs markvið og við notum þetta til dæmis í fálandi verkefninu. Hér eru dæmi eða æfingar sem þið ætlið ekki að skila, en hér þetta bara tekið svolítið svona saman, mjög hrátt og hratt, upplýsingar hvað við köllum hlutina. Hér eru svo æfingar sem við ætlum að fara í gegn. Það sem við ætlum að smíða núna, ég ætla að byrja á og naglaformúlan. Við farið þá bara betur yfir þetta í næsta fyrirlestri. Þetta smáspjall, þetta á ekki að vera erfitt æfing í GeoGebru, en það þarf að gera þetta. Sami hluturinn gerður í MATLAB hérna. Það er að láta punkta hreyfa sig á striki, ráða legupunktana á striki. Hér eru bara átt okkur ákveðnum hugtökum. Hér eru aðgerðir sem heita DOT, sem tengist kósinus, og aðferð sem heitir DET, sem tengist sínus. Við skoðum þetta betur í næsta fyrirlestri. Hér þverjunar aðferð, ef við höfum gefið vígur og A, hvernig sný honum 90 gráður, ef við horfum bara að liði hans, þá sendir maður þennan hingað í hnitið í sem x-hnit og þetta hér verður í hnit að víxlast og setja mínus hér á þennan lið. Gefur snúning. Þetta langbest að skoða bara hreinlega með tölum. Fyrst prófar 1 og 1 upp. Prófum þannig hérna vígur, hvernig sný honum hingað. Jú, ef við höfum 1 og 1, hvernig fer ég hann á þennan öðru ásinn og hann fer niður og neðri ásinn. Þetta mínus og hann og ég fæ mínus 1,1 sem að rúmfræðilega passar í fyrstu sýn allavega. Og svo prófa maður þetta fyrir nokkra tölur enn þangað til maður hefur þetta bara í puttunum. Og svo náttúrulega maður snýr 90 gráður tvisvar, þá verður maður náttúrulega að vera komið með punktinn sem hefur liði, sem samlagningar andhverfur þess að byrja með. Við þurfum bara að prófa þetta svona. A1, A2, þegar hann fæ mínus A2, A1, vera aftur, þá fer ég þennan og samkvæmt reglunni þá fæ ég núna jafnt og þessi fer upp og það mínus A1 og þessi fer bara niður óbreyttur, mínus A2. Hvað get ég gert? Ekki mínus út fyrir vígur, mínus hér fæ A1, A2. Jú, það passar. Þessi gagnstæður þeim sem ég byrjaði með. Mínus hér, A1, A2. Að fikta í GeoGebru mikið til og prófa ákveðnar aðgerðir, stinga út punkta, nota polygón og margirningstákning, kynnast ákveðnum hugtökum á DOT og DET sem tengast aftur kosinusum og sínusum, en svo vinnið í svokölluðu arkatangensverkefni. Þannig að núna ætla ég að smíða naglaformúluna sem við notum í verkefninu til að mæla flatarmál. Við ætlum einmitt að reyna að mæla flatarmál einingahlingsins og það nóg að mæla fjórðung af því, svo bara fjórfölduðu niðurstöðuna. Og ætla því aðeins að sýna ykkur þetta verkefni hér. Við ætlum að smíða okkur þetta fall, arkatangensfallið. Þetta er ég búin að sperra það svo lítið og það er búin að þjappa x-ásnum. Þetta hérna fall, ef við værum með jafna kvörðun ása, þá lítur það einhvern veginn svona út. En við getum skalað til föll og arkatangensfallið nefnilega hægt að nota sem svo kallað þrepafall, sem er mikið notað í rafmagni eða sem rofa. Við getum lyft í öllu hérna upp, haft það þannig að það sé svona eins og rofið, slökkt, kveikt. Nema hvað? Þetta er ekki mikið æfingu sem á að skila. Það eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En þær eru þannig að maður þarf að leysa allt. Það er nú hægt að segja þetta. Það á bara reikna allt dæmi. Þannig að þetta er bara rit sem við fáum núna sem fylgir þessum æfingum. Hitt var bara grunnur. Og því ætlið að fara bara í gegnum þessar æfingar. Ég hef nú kannski átt að breyta nafninu og kalla þetta verkefni og skilaverkefni.
En þá að skila þessum verkefnum hér, æfing 4 til dæmis, það er þá bara gert með svona bláu því sem á að skila. Þannig þetta er verkefni vikunar og kannski bara þetta. Það sem við ætlum að gera er að mæla flatarmál þríhyrnings og byrjum á einfaldasta formi, en bara eingöngu út frá hornpunktunum. Nú viljum við ekki þurfa að nota málbandið í raun og veru aftur. Við skulum kannski stækka þetta. Svona einhvern veginn. Hérna ætla ég að búa til þríhyrning. Ég ætla að hafa einn punktinn ákveðlega þægilegan. Svo kannski næst því ég geri þetta þá hef ég hann ekki endilega í 0,0. En núna er þetta O og ég kalla þennan A og þennan B. Og núna í hnittarúmfræði þá fáum við þessi gildi, við skulum kalla þetta A1 eða X. Kenndu við A og A2, þetta er jafngild form, og B1 og B2. Og það sem ég vil gera er að geta horft bara á þessar tölur hér, A1, A2, liði punktsins, og þessar tölur hér, B1, B2. Ég hefði getað skrifað þetta líka sem stöðuvíra, bara O, A, jafnt og A1, A2, en allar þær upplýsingar eru hér hvort þið er. Ég vil vita hvað þetta hérna er mikið. Það er þetta hér. Auðvitað vitum við að við getum reiknað grunnlína sinnum hæð, fundið hæð í þríhyrningin og reikna svo einhvern veginn á hefðbundinn hátt, en við viljum gera þetta einfallar. Smíðum okkur á dettfall. Til þess að reikna flatarmál þurfum við grunnlínu sinnum hæð. Þá skulum við setja á þetta láréttar og lóðréttar línur. Þetta flatarmál geti léttilega reiknað, þar að segja flatarmál þessa rétthyrnings. Ég hef hér afstæða rétt og svo skulum við bara skrá allt heildarflatarmálið, það er hugmyndin. Við ætlum bara að reikna allt þetta hérna flatarmál og svo drögum við bara flatarmál þess að þykja þýðninga frá og við fáum huggulega formúlu. Þá er svo mikið annað en að byrja. Þessi færsla hingað öll, svona, skrá bara niður, mælingarnar, er A1. Sjáum það. Þessi hæð hér er þá A2, svona. B2, þessi hérna hæð. Þessi hérna litla. Þetta er A2. Svona. Og svo vantar okkur þessa hérna vegalengd. Þetta er B. Það vantar okkur meira, okkur vantar líka þessa hér. Þetta er hæðin B2 mínus A2. B2, það er allar leið upp og svo þurfum við að taka A2 frá. Og þá skulum við aðtöku hvort við getum ekki reikna flatarmál allar þessar þýðingar. Og línan er B1. Og hæðin er B2. Og svo er náttúrulega deilt með 2. Þetta er þríhyrningur. Þannig þessi er kominn. Ég veit ekki þennan næst. Og þarna er grunnlínan A1 og hæðin A2. Eitthvað 2, það er komið þetta hérna flatarmál. Grunnlína, sinnum hæð, og þetta er rétthyrningur, þá er þetta komið deilt með 2. Þá vantar okkur bara þennan, og það er, já, þetta er skrá þessa hérna vegalengd. Þetta hérna er A1, öll þessi hérna, og svo mínus B1. Og enda passa það, ef við segjum þessi búst þessi, þá fáum við A1 og þá höfum við þessi hérna að flatarmál sem bleika þýðningsins er grunnlína A1 mínus B1 sinnum hæð B2 mínus A2 og allt saman deilt með 2. Og höfum við þá ekki allt sem við þurfum. Heildarflatarmál rétthyrningsins er A1 sinnum B2. Ef við segjum bara að flatarmál þríhyrningsins og AB er
það flatarmál rétthyrningsins. Það ætla að losna við að skýra þennan. Jæja, flatarmál rétthyrningsins alls ég náttúrulega ekki þetta skýt þennan punkt eitthvað mínus flatarmál þríhyrningana þarna. Nei, það alltaf að skýra punktana. Þannig að ég ætla að segja þetta bara fram í orðum. Flatarmál þriggja þríhyrninga. Þríhyrningana þriggja sem við sjáum á myndinni. Og það verður þá að vera. Nú vil ég svo allt sjáist. Búin að segja frá þessu. Það komst inn á mynd, þá vil ég hafa þetta pláss. Og við viljum bara reikna. Þess að við ætlum að finna þetta. Flatarmál þríhyrningsins og A. Og svo segi ég frá því í textanum að það þægilegt að kalla það determinant af vírunum og A og B. Allt og sund sem maður þarf. Og deilt með 2. Við getum fengið mínustölur eða plústölur út úr þessu ef við viljum. Plústölurnar þá tökum við tölugildi. Ef við viljum bara líta á þessu flatarmál. En nú getum við bara týnt þetta til. Heildarflatarmálið A1 sinnum B2. A1 sinnum B2. Þá komið rétthyrningin að mínus og ég ætla að taka bara þar hálfur í öllum liðum. Það spar mig vinnu. Ég ætla bara að draga þessar hérna tölur frá. Það hálfur í þeim öllum. Ég ætla að taka þó til sviga. Við byrjum bara þessum. B1, B2. B1, B2. Og A1, A2. Svona. Og svo þessi. Ég legg þetta bara saman hér. Það er með mínusinn hérna. Það margar allt upp úr hérna bara. A1, B2. A1, A2. Mínus B1, B2. Plus B1, A2. Og skulum við veiða. Eitthvað verður nú að einfaldast. Hérna erum við með B1, B2. Þetta fer. Hérna erum við með A1, A2 og þannig þetta fer. Þannig töluvert að liðum fara. Hérna erum við með A1, B2 og hérna erum við með A1, B2 hálfu sinni. Þannig við tökum helmingin af hérna erum við með A1, B2 og hérna erum við með hálft svoleiðis. Þá er þetta komið. Þannig að við fáum hálft A1, B2 mínus hálft, það er bara þessi hérna sem slapp, B1, A2. B1, A2. Og svo viljum við eitthvað þægilegt form til þess að ræða þessu upp og skrifum þá allt í lagi eins og kannski kom fram alveg fyrst í námskeiðinu að því vorum að bera saman hlutfall og vorum að velta fyrir okkur allt í lagi hvort er stærri, 2/7 eða 3/8. Og var stærri, sögðum svona. Að þá sáum við að það var miklu einfaldara að líta á stærðina 2 sinnum 8 mínus 3 sinnum 7. Ef að
þetta var stærri en 0, þá væri þetta stærra heldur en hægri hliðin. Ef að þessi stærð hér sem ég býti úr þessum tölum minni en 0, þá er þessi hérna stærð, þetta hérna hlutfall sem hægri megin, meira heldur en þetta hér. Og ef við reiknum nú í þessu dæmi, þá sjáum við að 3 × 8 eru 16 mínus 21 sem mínustala, en það þýðir að 3/8 eru meira heldur en 2/7. Þetta hér nefnilega svona stærð og við köllum þetta hér determinant eða det. Þessum tölum röðum við upp, skrifum det og við skrifum stöðuvígrana. A1 hér, A2 og B1, B2. Þetta ákveða fylki. Það er að segja þetta hér flatarmál rétthyrnings sem að 2 vígrar spanna. Þessi og þessi hér þeir spanna svona rétthyrning sem þetta þá svona tífur. Og þetta helmingurinn af því. Þetta settur svona, það allir liðir sem. Þetta eina sem við þurfum og við lesum út úr þessu hérna sem svona kross. Markvöldum A1, B2 mínus B1, A2. Þannig að nú erum við fljót að reikna flatarmál þríhyrnings. Ef við höfum hornpunktana hérna. Skulum bara gera þetta. Svona, smíða okkur einhver þríhyrning. Hér er ekki með O, við skulum hafa þetta þá 1,1, skrifa okkur hornpunktana. Nú heitir þessi B. Það skal ég meina þá. 2,2. Þetta náttúrulega ekki alveg. Þetta kannski 4,1. Og þessi væri C, hann 3,4. Og það sem við gerum núna, af því að nú erum við ekki með O sem hornpunkt, við myndum bara aðra vígra. Við skulum segja að við myndum færsluvígra á þessum, tökum þennan vígur. Við skulum segja að þessi heita vaff. Það sé vígurinn frá A til B og skráum þá liði hans. Það 4 mínus 2 og svo tökum við hinn, hann 1 mínus 2 sem mínus 1. Og svo skulum við kalla þennan kannski vaff 1, skulum við kalla þennan kannski vaff 2, vaff 2, en það væri vígurinn AC. Ég verð að byrja á sama stað. Ég verð að skilgreina einhvern upphafspunkt þríhyrningsins. Ég ætla að hafa það bara A. Og hann væri þá x inntökuð fyrst mismun á þeim. Færslan frá 2 upp í 3, þá sé 3 mínus 2. Og svo lóðrétt færsla frá 2 upp í 4. Það þá 4 mínus 2. Og nú get ég reiknað flatarmál þessa þríhyrnings bara út frá hornpunktunum. Og þá getum við reiknað að flatarmál þríhyrningsins A, B, C eða 8 flatarmál myndum við segja. Ef ég fer í þessa 8 fæ ég plústölu, en ef ég hefði valið að fara í þessa þá fæ ég nefnilega mínustölu. 8 flatarmál 2,5 og svo það det að raða vígrunum inn vaff 1, vaff 2 og fæ, skrifum þetta allt, det og þeir voru 2 mínus 1, 1 og 2 og svo nota ég kannski bara nota formúluna beint hérna. Þessi kross mínus þessi kross.
Þetta 4 mínus 1, þetta 5. Það ekki. 2 sinnum 2 mínus 1 sinnum 1. Þetta hálfur, 4 pluss 1, ja, 5. Þannig að ég veit það núna, svo getur náttúrulega sannleitt enda með einhverjum öðrum hætti, með því að reisa hæð í hann og reikna þessa vegalengd og hæðina, margfalda saman, deila með 2. En þetta aðferð sem við notum mest þegar við höfum hnit, og í nútíma heimi getum við unnið þá bara út frá punktum, þurfum ekki og töpum engum upplýsingum. En nú erum við að segja eitthvað gott og ég var fann að kenna annars það. Einhverjar spurningar að lokum? Nei, takk fyrir. Og nú vona ég að þetta fari inn á